Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkur suður, Svandís Svavarsdóttir. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu hér. Tilefnið er mikið og verkefnið er risavaxið. Yfirskrift umræðunnar eru aðgerðir stjórnvalda vegna aflandsfélaga. Aðgerðir stjórnvalda vegna aflandsfélaga. Virðulegur forseti, það sem við erum að sjá hér í framsöguræðu hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, það heitir á íslensku kattarþvottur. Það heitir á íslensku kattarþvottur. Vegna þess að það stendur í raun og veru mjög lítið til að gera annað heldur en að reyna að skapa frið mál sem er gjörsamlega óþolandi. Málið er svo stórt hér á Íslandi að sjónir heimsins beinast að okkur hér. Og af hverju er það? Það er vegna þess að við erum heimsmethafar í fjölda aflandsfélaga. Við erum heimsmethafar í fjölda ráðherra í ríkisstjórn sem nýtt hafa sér skattaskjól og þar á meðal er hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sem að talar hér um aðgerðir stjórnvalda. Virðulegur forseti, það hljóta allir að sjá að þetta er skrípaleikur og ekkert annað. Það er svo hér á Íslandi að allir æðstu ráðamenn Íslands eru kolflæktir í þetta mál. Og nú nýjast er það svo að forseti lýðveldisins er á forsíðum erlendra blaða og vefsíðum erlendra blaða fyrir hvað? Fyrir það að vera tvísaga þessi mál. Fyrir að segja eitt í dag og annað á morgun. Fyrir það að súpa hveljur yfir því hversu mikillar siðbótar sé þörf í máli hæstv. fráfarandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar en vera svo sjálfur á forsíðunni nokkrum dögum síðar. Ósamkvæmni í málflutningi er náttúrulega með slíkum ólíkindum að það er ekki við það unandi með nokkru á móti. Forseti, trúverðugleiki Íslands er í húfi, bæði inn á við, fyrir okkur sjálfum og í augum heimsins. Eins og málin standa núna er Ísland að athlægi út allan heim. Við erum að athlægi út allan heim. Það eru straumhvörf í íslenskri stjórnmálaumræðu. Það eru straumhvörf sem standa yfir núna. Prófið stendur yfir núna, virðulegur forseti. Hvað ætlar Alþingi Íslendinga að gera? Hvernig ætlar íslenska pólitíkin að axla þá stöðu sem upp er komin? Af myndarskap, af alvöru, ekki með betri tónum, heldur með raunverulegum aðgerðum og með því að menn stígi til hliðar og komi sér út af hinum pólitíska vettvangi þegar að svo augljósar kröfur eru bornar upp, sem hér hafa verið bornar upp í þingsal, að ráðherrar sem hafa nýtt sér skattaskjól í eigin persónulega þágu eigi að víkja. Það er sjálfsögð og eðlileg krafa í lýðræðisríki og ég fullyrði það að þessi staða gæti ekki verið uppi í löndunum í kringum okkur sem við viljum auðvitað alla jafna bera okkur saman við. Það að vera með forystu hér sem hefur sjálf braskað í gegnum aflandsfélög og gegnum skattaskjól og þar á meðal fjölskylda forseta Íslands grefur undan trúverðugleika landsins. En það að vera með sitt persónulega fé í aflandsfélögum í skattaskjólum, það þýðir að viðkomandi er með virkum hætti og fullum vilja að taka þátt í því að grafa undan velferð og innviðum eigin samfélags. Og ef að það er ekki tvískinnungur og ef að það er ekki ótrúverðugleiki og ef að það er ekki hræsni í besta falli, virðulegur forseti, þá veit ég ekki hvað það er. Það eru straumhvörf í íslenskum stjórnmálum, prófið stendur yfir og ég óttast það, virðulegur forseti, að ef að munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra aðgerðir stjórnvalda vegna aflandsfélaga er niðurstaða þess prófs, þá séum við fallin.